Góðir Íslendingar, velkomin í Aðstasætið. Í dag munum við tala við Guðna T.H., einn forsetaframbjóðanda og núverandi forseta. Og við erum hérna í Bessastöðum og núna förum við yfir í það. Já, sæl. Blessaður sæl og komið sælir allir saman. Ég ætla bara að byrja að því að spyrja þig hvernig við eigum að ávarpa þig hér í dag. Segið þið bara Guðni, það dugar mig vel. Ok. Hvað er það fyrsta sem þú hyggst gera sem forseti ef þú verður kosin aftur? Ég hef nú séð fyrir mér að eiga vonandi náðuga daga eftir forsetakjörið, hvernig sem því lýkur. En í dagskrá forsetaembættisins eru nokkrir viðburðir í júlí og svo það svo að nýtt kjörtímabil forseta hefst með innsetningu í Alþingishúsinu 1. ágúst. Þannig að forseti Íslands mætir þá og settur í embætti og flytur ávarp. Og þannig að það nú það sem bíður eftir kjördag. Hvers vegna á fólk að kjósa þig? Fólk á að kjósa eftir sinni bestu samvisku. Ég hef verið forseti Íslands núna í nær 4 ár. Ég hef notið velvildar og stuðnings og hlýhugar og þakka fyrir það. Fólk getur metið mig eftir verkum mínum og það á þeim forsendum sem fólk á að geta hugsað sér að geta veitt mér sitt atkvæði. Hvert er viðhorf þitt til mótframbjóðandans? Ég virði hans rétt til þess að bjóða sig fram í lýðræðislegum kosningum á Íslandi og svo það kjósenda að vega og meta hvorn okkar þeir vilja hafa hér á Bessastöðum. Eitthvað á stefnuskránni sem þú heldur að getur ekki framkvæmt? Ég náttúrulega eins og aðrir að ég vil sjá heiminn betri, því hraðar því betra og því meir því betra, en ég hef ekki litið svo á að ég eigi að setja mér svo háleit markmið að það sé lífsins ómögulegt að hrinda þeim í framkvæmd og því síður að gefa út loforð sem ég veit að ekki hægt að standa við. Þannig að ég mun halda áfram að stefna að því að sameina okkur frekar en sundra og láta alla í þessu samfélagi finna að allir eiga rétt á að sýna hvað í þeim býr. Allir eiga rétt á sömu virðingu, sömu reisn og þannig muni okkur farnast best. Já, ég er svona sæl. Nú er ég bara forseti. Ég er forseti. Nei, þú ert alltaf ungur til að vera forseti. Svona kannski fara svona leið. Mun eitthvað breytast hvað stefnumál varðar? Nei, nái ég kjöri á nýjan leik, hyggst ég halda áfram á sömu braut, enda það forsenda þess að ég býð mig fram aftur að fólk hefur kunnað vel við það sem ég hef haft fram að færa hér á Bessastöðum. Þannig að það væri ekki skynsamlegt, myndi ég ætla, að skipta algjörlega um kúrs. Hver eru skoðanir þínar á orkupökkum? Þeir orkupakkar sem hér hafa verið innleiddir eru númer 1, 2 og 3 og einungis sá 3. kom til minnakasta og innleiðing þeirra fer fram á þann veg að Alþingi samþykkir þingsályktunar tillögur, þannig að þeir koma ekki á borð forseta með beinum hætti. Fyrir nú utan það reyndar að lögum þarf stundum að breyta vegna innleiðingarinnar
og þau lög staðfesti ég, enda var það svo að áskoranir að gera það ekki voru óvenju fáar og ekki þess eðlis að það mætti ætla að fara bak við væri drjúgur meirihluti kjósenda. Hvernig ætlar þú að nýta þér málskotsréttin? Ég nýti hann þannig að finni ég að það sé ríkur þjóðarvilji til þess að kjósendur eigi síðasta orðið í sambandi við staðfestingu laga, þá muni ég beita þeim rétti sem forseta falinn í 27. grein stjórnarskrárinnar. Sömuleiðis getur alltaf gerst að Alþingi samþykki lög sem forseti samvisku sinnar vegna bara getur ekki samþykkt, burt séð frá öllum áskorunum og undirskriftalistum. Þannig að þessi réttur hefur alltaf verið til staðar í stjórnarskrá og forsetar hverju sinni hafa vitað af honum og munu vita af honum áfram. En ég býði bara frem. Nei, þú ert alltaf úrgætlega að bjóða þig. Ég ekki það. Nei, þú ert frem. Við sem verðum fórseti. Nei, ég vil ekki. Ég ætti að vera svona peppi gemli. Hver eru helstu stefnumál þín? Mín stefnumál eru þau að hér á Bessastöðum skuli vera stefnt að því að auka einingu meðal þjóðarinnar frekar en sundrungu. Ég vil að forseti, og nú er ég ekki að tala bara um sjálfa mig, heldur bara alla sem hér eru í framtíðinni. Ég tel að okkur vegni best ef forseti leitast við að sameina þjóðina frekar en sundra henni, leitist við að láta okkur öll finna að við erum í þessu saman, í því að skapa hér samfélag þar sem öllum á að líða sem best, ungum sem öldnum. Ég vil fara sem víðast, hitta sem flesta, heyri sem flestum, hafa Bessastaði hér opna fyrir fólki, eins og einn ykkar menntist á núna áðan, þá hefur hann komið hingað og opnu húsi. Þannig að ég vil að fólk finni að á Bessastöðum sé forseti sem lætur sig hag allra varða, en stendur fyrir utan hið pólitíska þref og hið pólitíska starf frá degi til dags, því að þunga miðjan í íslenskum stjórnmálum er Alþingi Íslendinga. Hins vegar koma þær stundir þar sem forseti þarf að láta til sín taka. Þú minntist á synjunarvald forseta og einnig má horfa til þess að forseti getur haft mikilvægu hlutverki að gegna í stjórnarmyndunar viðræðum þegar mynda þarf nýja ríkisstjórn. Þannig að ég er þess fullviss að það sé brýnt að hafa hér á Bessastöðum forseta sem stjórnmálaleiðtogarnir vita að dregur ekki taum eins stjórnmálaflokks á kostnað annars. Þannig að forseti á að vera hlutlægur á hinu pólitíska sviði og ekki fara inn á það nema þegar þörfin knýr. Guðni Þórlásíus Jóhannesson, fæddur í Reykjavík 27. júní 1968, er íslenskur sagnfræðingur. Hann var kjörinn forseti Íslands í forsetakosningunum 25. júní 2016 með 39,08% atkvæða og tók við embættinu 1. ágúst 2016. Hann er 7. forseti Íslands. 2017. Guðni fór í sína fyrstu opinberu heimsókn til janúar í Danmörku. Hann snæddi meðal annars hátíðarkvöldi Amalíuborg með Danadrottningum og fleiru. Í könnuninni í sama mánuði segist 81,4% aðspurðra vera ánægðir með störf hans. Í febrúar vakti Guðni heimsathygli eftir opinbera heimsókn í Menntaskólann á Akureyri. Þar sagði hann í gríni að hann myndi vilja banna ananas á pítsur. Í mars sagði Guðni í tímaritinu Lögréttu verðandi landsdóma að það hefði verið feigðarflan eftir hrun og að nýta fórn í úrelt atkvæði í stjórnarskrá landsdóm. Það hefði sýnt sig að niðurstaða dómsins hefði fremur sundrað en sameinað og þegar á versta tíma þá sagði hann synjunarvald forsetaembættisins að sanngjarna lýðræðislega væri að í stjórnarskrá væru atkvæði að ákveðinn fjöldi kjósenda geti krafist þess að lögum verði synjað staðfestingar. Í lok mars sótti Guðni í ráðstefnu málefni norðurslóða í Arkhangelsk í Rússlandi. Þar hitti hann meðal annars Vladimir Putin og talaði um málefni hafsins.
aðgerðir gegn mengun og súrnun sjávar og fiskveiðar. Hann fór einnig í opinbera heimsókn til Noregs, Hann fór einnig í opinbera heimsókn til Noregs, hitti norsku konungsfjölskylduna, Ernu Solberg, forsætisráðherra og heimsótti ýmsa staði. 2020. Í nýársvarpagöðuna 1. janúar ákvað hann að bjóða sig fram til annars kjörtímabils forseta Íslands. Hvernig viltu að þjóðin líti á því sem forseta? Ég vil minnst ekki geta verið í þeirri stöðu að ég geti skipað fólki fyrir verkum í þeim efnum. En ég vona að fólk líti almennt ekki svo á að ég telji mig yfir aðra hafi. Ég seti mig á háan hest vegna þess að ég hafi verið kjörinn til þessa embættis. Það er einstakur heiður hvern einasta dag að gegna embætti forseta Íslands og ég geri mig grein fyrir því. Þessu fylgir virðing og ekkert starf á Íslandi er líkt þessu að þessu leyti. En leið finnst mér mikilvægt að ég haldi mig á jörðinni og geri mig grein fyrir því að ég er ekkert merkilegri en aðrir í þessu samfélagi. Ég anda að mér sama loftinu og er ekki yfir aðra hafi. Þannig vil ég að fólk líta á mig. Svona hvernig verðinni gerir þetta? Já, það nú bara gerðist nokkuð hratt, bara nokkur mínútur síðar. Hvernig er þetta svona? Ég er stór, pabbi. Ég er stór, sjáðu. Ég er honum stærri en þú. Góðir Íslendingar. Viltu segja þjóðin eitthvað á lokum? Ég vil hvetja alla sem hafa kosningarétt til þess að kjósa, til þess að nýta sinn rétt. Þetta er ekki réttur sem öllum er gefinn í heimi hér. Hann er dýrmætur. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því. Og ég vil hvetja hinn yngri sem horfa á þessa upptöku, þessa frábæru umfjöllun ykkar, til þess að hafa áhuga á samfélaginu, til þess að mynda sér skoðun og forðast það að mynda sér skoðun sem er byggð á fordómum eða þröngsýni eða ótta eða tortryggni. Mér finnst að þið, næsta kynslóð, eigið að temja ykkur víðsýni og umburðarlyndi, fordómaleysi, virðingu fyrir náunganum og það góða er að þetta finn ég þegar ég fer í skóla landsins, þegar ég hitti krakka hvar sem er og hvenær sem er, að þið hafið þetta í ykkur, langt flest skulum við segja, að vilja gera heiminn betri og þess vegna fyllist maður bjartsýni og von og það er reyndar eitt sem forseti á að búa yfir. Forseti verður að vera bjartsýn en reyndar raunsærum leið. Þessu tvennu er hægt að blanda saman og þess vegna hefur mér liðið vel í þessu embætti og þess vegna bauði ég mig aftur fram og þess vegna er ég vongóður að mega vera í þessu þjónustu starfi áfram. En það eru kjósendur sem ráða. Það er komin að mjög mikilvægur spurningu í lokin sem að Úlfur Marinósson ætlar að segja. Það er ekkert annað, Úlfur, lát heyra. Já. Ég heyrist að þú ert mikið fyrir flippaða sokka. Já, reyndar. Já, ég reyndar kom með einn sokk hér. Ég veit ekki. Já, þessi er glæsilegur. Komdu bara hérna eða ekki. Ég er nú ekkert í neinum, ég er bara í svona venjulegum sokkum núna. Er það? Það er nú En það er maður bæt úr því, sko. Já, með því að láta gest koma með þannig. Já. Svo hef ég líka, ef ég má nefna það, stutt málstað Downs fólks með því að klæðast mislitum og skræpóttum sokkum á degi þeirra í mars ár hvert. Og ég hvet ykkur til þess að gera það. Þannig vekjum við máls á nauðsyn umburðarlyndis og fjölbreytni og frelsis í samfélaginu. Þannig að þeir sem vilja klæðast skræpóttum og flottum sokkum mega það og ég þar með talið. Ég og mamma keyptum þetta sérstaklega fyrir þetta. Frábært. Ég líst vel á það, þú ert minn maður og þið allir. Takk fyrir þetta litlu fyrir. Takk ykkur sem leiðis. Gaman að okkur í heimsókn.
ekki missa næsta þætti af æðsta sætinu. Hvernig skal berjast gegn spillingu? Þú verður að tala hana og lýsa á hana og byrta hana fyrir fólki. Mér þykir Guðni merkilegur maður. Ég ætla að bjóða mig fram sem forseti. En aftur á móti, hann kannski hefur ekki það sem maður þarf til að vera forseti. Hann getur ekki sagt nei. Góð forseti þarf að vera traustvekjandi. Gamall kall Og vera móti Pétur Jóhanni. 80% þjóðarinnar var móti, en vill ekki, það var ekki hlustað á þau. 80% í öllum könnunum. Ef þú spyrja hvernig fékkst tölurnar með 80%?